Nýbyggð við Slippinn í Reykjavík með 200 íbúðum ekki í tengslum við gamla Vesturbæinn, segir formaður íbúasamtaka Vesturbæjar. Þá sé mynd á vef borgarinnar af nýrri rétttrúnaðarkirkju mjög villandi. Kirkjan sé mun stærri en myndin gefi til kynna. Meira en 200 íbúðir auk atvinnuhúsnæðis verða reistar vestan Slippsins við höfnina á svæði sem heitir Vesturbugt, samkvæmt deiliskipulagi sem nú í kynningu. Það slítur gamla Vesturbæinn frá sjónum, segir formaður íbúasamtaka Vesturbæjar. Þessi skammt að bíða þetta svæði hér gjörbreytist ef áform borgaryfirvalda ganga eftir og þá geti svæðið, litið einhvern veginn svona út. Nýbyggingarnar mega vera alltaf 5 hæðir, í fyrri áfanga verða byggðar 209 íbúðir og þar af 68 í þessu 7 hæða húsi. Síðara áfangi gerir ráð fyrir 48 íbúðum þar sem Slippurinn nú en hann ekki á förum. Bílastæði verða innan við 1 á íbúð. Það sjá á fronturinn sem kemur hér, það gert ráð fyrir upp undir 18 metrum og ef við lítum hérna kringum okkur, þá er byggingi hérna sem að rísa hérna hinum megin. Hún núna þegar komin upp í 19 metra á kantinum, þannig að þið sjá að þetta mjög hátt og síðan með þess að tala að þetta sé lágreist byggð, þetta alls ekki lágreist byggð. Birgir segir að íbúasamtök Vesturbæjar muni senda inn athugasemdir og vonist líka til þess að geta rætt við borgarfulltrúa skipulagið. Samtökin séu ánægð með að verið sé að þétta byggð. Og við erum ekki mjög sátt við hvernig það gert út af því að okkur finnst gamli Vesturbæjarinn ekki verið virtur í framhaldi af því gamla sem þar og sem mjög áhugavert byggingamynstur og við vilja sjá framhald í staðinn fyrir að koma með eitthvað allt annað sem miklu stærra og síðan slítur gamla Vesturbæjarinn frá sjónum. Þannig að sögulega séð verið að eyðileggja gamla Vesturbæjarinn bæði í útlitslega séð og það ætti mest að hugsa íbúa þess, ekki græki að fá sem flesta á ákveðnum stað. Samhliða deiliskipulaginu við Vesturbugt auglýst deiliskipulag við Nýlendurreit þar sem rússneska rétttrúnaðarkirkjan verður meðal annars reist. Myndir af kirkjunni á vef borgarinnar gefa ekki rétta mynd af stærðinni. Þeir eru með svona tölvuteikningu sem sýnir eins og kapellu, svona bara pínu litla. Appelsínugula húsið 7 metra hátt. Samkvæmt skipulaginu mega turnar kirkjunar verða 22 metra háir, 3 sinnum hærri en húsið við hliðina og hámarksvegghæð verður 17 metrar. Það bara eins og stundum verið að reyna að plata fólk til þess að enginn segir neitt. Frestur til að skila athugasemdum til skipulags borgarinnar rennur út 25. september.